þakka þér fyrir Stefán. Það þetta með LULUCF. Þið sáðu þetta glæra áðan hjá henni Nicole og þetta eru þessir helstu bókhaldsflokkar og hvernig við skiptum þeim upp. Og innan þessar 11 flokka þá höfum við 2 sem að mynda saman þennan LULUCF flokk eða bókhaldsflokk. Og LULUCF stendur fyrir, þetta er enskskanstöfu náttúrulega, stendur fyrir Land Use Change and Forestry. Þannig að þetta er sem sagt bókhaldsflokkur sem að gerir grein fyrir hvaða áhrif landnýting og breyting á landnýtingu hefur á losun gróðurhúsalofttegunda frá landi. Og LULUCF-flokkurinn hann undanskilur sig í grundvallaratriðum frá hinum bókhaldsflokkunum vegna þess að hér erum við ekki bara að tala um losun, heldur eins og Stefán sagði, við erum líka að tala um bindingu. Ef við undanskilum það sem að gerast upp á Hellisheiði. Þannig að LULUCF-flokkurinn og raun og veru þær aðgerðir sem að hægt að grípa til þar, að þær geta verið stór hluti af þeirri lausn sem við þurfum að grípa til í sambandi við stöðu loftslagsmála eins og hún er í dag. En mér langaði sem sagt til þess að nota þennan tíma til þess að reyna að útskýra hvað þetta LULUCF er og í hverju og hvað felst í því með nokkrum almennum dæmum, en síðan kemur hann félagi minn hann Arnór og skógræktina eftir og hann ætlar að taka meiri svona spesifísk dæmi þá út frá skógrækt. Og skógrækt nú einmitt einn af jákvæðari hlutunum í LULUCF bókhaldsflokknum. En eins og ég segi, LULUCF stendur fyrir Land Use Change and Forestry og þetta er vissulega orðskrípi. Það er búið að reyna að þýða þetta til dæmis sem lablas sem okkur fannst ekki verið eiginlega eins gott og við höngum einhvern veginn á þessu LULUCF og ég held að fólk sé nú aðeins farið að kannast við þetta. Og þegar við erum að tala þennan bókhaldsflokk þá erum við ekki bara að tala um skógrækt og einhverja aðra þætti. Við erum að tala í raun og veru 6 undirflokka eða nýtingarflokka og þetta eru þá skógrækt, ræktarland, mólendi sem er mjög oft kallað graslendi en við erum að reyna að temja okkur að kalla þetta mólendi vegna þess að það er mjög villandi að tala þetta sem graslendi. Síðan höfum við votlendi og þá höfum við þéttbýli og síðan höfum við landið annað. Og þetta er ekki, þessi flokkar eru ekki allir jafnir því að fyrstu 5 flokkarnir eru svo kallaðir nýtingarflokkar. Við höfum síðan þennan flokk annað sem er flokkar sem í raun og veru ekki ætlaðir til nýtingar, heldur er til þess að stemma af restina af landflatamálinu. Þetta er til þess land sem er að koma nýtt undan jöklum, þetta eru strandsvæði og annað slíkt, þannig að þetta er í sjálfu sér ógróið land. Það er hugsunin bak við þetta og í eðli sínu að þá á þetta að vera land sem að við erum ekki að nýta til neina annarra hluta. Það land á að vera í þessum flokkum. En hvert land hefur ákveðið svigrúm þegar að við erum að skilgreina þessa hluti og það endurspeglar sér reyndar í loftslagsbókhaldinu og veldur oft dálítið misskilningi. En á hverju ári þá er reyndar farið yfir þessa hluti á hverju ríki og það er reynt að samræma þetta á milli ríkins og hægt er og við höfum þurft að gera margar leiðréttingar á okkar bókhaldi. Nú, við skulum aðeins horfa betur á þessa landflokka vegna þess að við erum ekki bara með þessa yfirflokka, heldur höfum við ótrúlega undirflokka undir þessum yfirflokkum og hérna sýni ég ykkur bara nokkra af þessum flokkum. Og þarna sjáum við það til og með skógrækt að þá erum við með undirflokki náttúrulegi birkiskógur eldri en 50 ára, skógrækt eldri en 50 ára. Ef við horfum á mólendið þá erum við að horfa á uppgræðslur sem eru eldri en 60 ára, ræktarland sem er ekki verið ræktaði meira en 20 ár og svo framvegis. Og þetta er allt flokkar sem við stöndum sérstaklega skila á og kom ekkert endilega fram í þessum skýrslum sem að við gefum út en eru samt til staðar í bókhaldinu. Og við höldum utan í raun og veru losun og bindingu innan hvers þessara flokka. Þegar við erum að skilgreina þessa flokka, þá gerist það í ákveðinni röð. Og það gerist þannig að skógrækt í raun og veru er efst, síðan myndum við taka frá ræktarland, þá er það land sem er eftir, það er þá mólendi,
síðan höfum við votlendi og loks höfum við þéttbýli og lokum höfum við þetta annað land eða auðnasvæðin sem að ég tólaði áðan að eru svolítið sérstök. Þannig að LULUCF hefur marga landflokka sem að við kannski verðum ekki vör við dagstælega í almennri umræðu, en það sem gerir síðan það að því þetta er landflokkur eða þetta er bókhaldsflokkur sem snýst nýtingu á landi, að ef við breytum nýtingu á landinu, þá erum við leið að færa viðkomandi land á milli flokka og þá förum við að lenda í hlutum sem að valda greinilega oft mjög miklu ruglingi og hérna hef ég tekið út sérstaklega landflokkana mýrar innan votlendis og síðan landið sem er framræst land sem er eldri en 20 ára. Og þessir flokkar tengjast og þeir tengjast þannig að ef við ræsum fram mýrar þá flytjast þær yfir í landflokk sem heitir votlendi breytt í mólendi. Sá flokkur tilheyrir graslendi. Þannig að við það að ræsa fram mýri þá erum við búin að breyta henni yfir í graslendi. Og síðan er landið sem sagt í þessum milliflokki í ákveðin tíma, hérna 20 ár, sem er yfirleitt svo tími sem þessi flokkur er í og færist þá yfir í þennan flokk hér. Og þetta líka tryggir það að við höfum mjög mikið gegnsæi í öllu bókhaldskerfinu okkar. Við sjáum mjög vel hvaða land er að færast hvaðan og hvert og það er eitt af grundvallaratriðunum í þessu öllu saman. En þetta sem sagt þýðir það að mólendisflokkurinn er stærsti losunarflokkurinn í loftslagsbókhaldinu okkar. Og mörgum finnst það mjög skrítið, en það er sem sagt stafar af þessu. Og svo er ástæða til að benda það að eini flokkurinn innan LULUCF sem er að skila einhverju bindingu er síðan skógræktin og Arnór kemur til með að tala meira á eftir. Öll þessi gögn eru sett inn í gagnagrunn sem að verður aðgengilegur á vef Landgræðslunnar innan tíðar. En hér ætla ég að sýna ykkur bara kort sem að endurspeglar og er byggður á þessum gagnagrunni. Hérna sjáum við þessi helstu landflokka og það sem ég vil að þið taki bara sérstaklega eftir er þessi stóru grænusvæði hér sem eru að megninu til þetta mólendi og síðan auðnasvæðin sem eru gráusvæðin. Þetta eru gegnumgangandi þeir landflokkar sem að skipta okkur í raun og veru mestu máli. En þeir eru í grundvallaratriðum mismunandi því að annan þeirra eigum við að nota, hinn eigum við alls ekkert að vera að nota. Og þá komum við að öðru sem að er mjög oft í umræðinni og það eru þessir stuðlar sem eru notaðir til þess að áætla losun eða bindingu. Og við heyrum stundum talað IPCC-stuðla sem eru þá alþjóðlegir stuðlar byggðir á einhverjum alþjóðlegum viðmiðunum og síðan er talað landstuðla. Það eru stuðlarnir sem að í raun og veru eru byggðir á þeim aðstæðum og byggðir á gögnum sem hefur verið aflað með rannsóknum í hverju landi fyrir sig. Og það er þannig að það eru gerðar mjög ákveðnar kröfur til þess hvers konar stuðla við erum að nota. Og hérna er mynd sem að sýnir okkur svolítið hvernig þessi hlutir eru hugsaðir. Við erum í raun og veru með tvenns konar gögn. Við erum með landfræðileg gögn og svo erum við með þessi tölulegu gögn. Tölulegu gögnum er skipt upp í 3 flokka og þau verða sífellt betri eftir því sem við komum ofar. Landfræðilegu gögnin og þau skiptast sem sagt líka í ákveðna flokka og verða því betri eftir því sem við ferum lengra til hægri. Gæðin, sem sagt gæði gagnanna aukast eins og pílan sýnir og okkur er ætlað að enda með okkar gögn, LULUCF-gögn hér. Okkur sem ætlað að vera í framtíðinni með staðgreinileg gögn, tímaraðir eða betri gögn. Og allt byggt á innlendum rannsóknum og innlendum tölum. Og þetta er raun og veru verkefni sem við stöndum frammi fyrir og við vissulega vitum ekki enn í dag nægilega vel hvað er að gerast innan ákveðna landflokka og það endurspeglast vissulega í umræðunni eins og hún á sér stað í dag. Og þar grípa menn gjarna svona það sem að þeim finnst sennilegast frekar en það sem að við teljum að sé réttast. En hvað það? Mikilvægi LULUCF. LULUCF er sem sagt landsbókhaldsflokkur með þessum aðalflokkum sem ég er búin að vera að fara í gegnum og eins og ég sagði upphafi að þá er LULUCF sérstakt fyrir það leyti
að þar getur bæði átt sér stað losun og binding og í því felst náttúrulega mjög mikilvægt tækifæri og augljóslega geta allir lagt sitt lóð á vogarskálarnar því hér erum við náttúrulega að tala landgræðslu og skógrækt og í raun og veru bara skynsamlega nýtingu á landi. Það er þannig sem við náum í raun og veru tökum á þessari losun sem að á sér stað innan LULUCF-flokksins og getum fengið þá bindingu í staðinn innan þess flokks umfram það sem við erum að fá frá skógrækt í dag. Og af hverju skiptir þetta máli? Ég langaði til þess að enda þetta á því að sýna ykkur þessa hérna mynd. Og hún á að endurspegla kolefnishringrásina eða kolefnishringrásirnar því það eru í raun og veru tvær. Við erum með þessa stóru kolefnishringrás sem að svona gerist á jarðsögulegu skala og svo höfum við þessa litlu kolefnishringrás sem er hringrásin sem við í raun og veru lifum í. Þetta kolefni, þessi 18% sem að Stefán talaði að hann væri með, ég er reyndar líka með 18% og það sem við erum óvart búin að gera er það að við erum búin að tengja hérna á milli þessara kolefnishringrása. Þannig að við erum að dæla kolefni í sífellu úr þessari hægu stóru hringrás yfir í hröðu hringrásin okkar. Og við verðum einhvern veginn að ná þessu kolefni út úr kerfinu og það er hægt með LULUCF, það er hægt með landnýtingu og það gerist á þannig að við förum og flytjum þetta kolefni niður í jarðveginn. LULUCF er sem sagt leið til þess að minnka kolefni í andrúmsloftinu raunverulega. Og það gerir LULUCF raunverulega að einu mikilvægasta bókhaldsflokknum sem við erum að fjalla hér. Takk fyrir það.